Ok, hérna ætlum við að skoða lausn á dæmi 2 reyndar, ekki dæmi 1 eins og stendur þarna á hlutabréfi 2. Við ætlum að nota Laplace-ummyndun til að reikna þetta dæmi, þetta uppaskildisverkefni. Þannig að byrja að taka Laplace-formúluna af hverjum lið í jöfnunni og sjá, þá þetta hér niðurstaðan og við notum reglu 3 í hérna töflunni til að taka Laplace-formúluna hægri hliðinni. Svo einangraði stóra í jöfnunni. Það fæði þetta og svo stofnbrotæðilega brotið hægra megin. Og til að geta nota reglunar í aftast þá margfalda hérna með 2 og deili með 2 í aftasta liðinu. Svo nota ég andhverju Laplace-formúluna og fæði þetta svarið. Þetta sem svarið í A-liðnum. Ég nota þannig reglu 3 og reglu 5. Regla 5 reyndar ekki rétt sem númer þarna. Það eitthvað annar númer. Ok, svo tökum við hérna Laplace-formúluna af uppaskildisverkefninu þar sem að þetta núna hægri hlið og við sjáum að við skrifum þetta fyrst sem hefursætt t-3 sinnum t-3 í öðru. Til að geta tekið Laplace-formúluna því þá þarf þetta að vera fall af t-3 sem þetta nú þegar. Ok, ef f af t-3 t-3 í öðru þá f af t eftir t í öðru. Þannig að ég get notað hérna regluna til að segja ég tek Laplace-formúluna litla f og þá ég komið formúluna af öllu þessu f af t. Og ekki láta ruglingur hérna, ég notaði óvart sama nafn f af t fyrir þetta fall og fyrir þennan hluta fallsins. Ok, þá ég komið með formúlu hverjum hlið, aftur þá einangraði stóra epsilon og svo stofnbrotæðilega það sem margfaldi við e-3s. Og nú þegar ég umforma tilbaka þá þarf ég að nota sömu reglu og nota áðan til að fara í hináttina. Þannig ég þarf að hliðra í svarinu. Þannig að þegar ég segi til dæmis hérna að ég nota andhverju umformuna á s deilt með s í öðru pluss 4, það kosinus og 2t. Þá í svarinu mínu þá það margfalda með hefursættfallinu og hliðrað 3. Það svona fæ ég kosinus og 2 sinum t mínus 3. Ok, þannig að þetta var svarið í B-liðnum. Svo komum við í þriðja dæmið í þessari prófi. Þá erum við með deltafallið hægra megin, þetta á að vera delta t þarna. Ég tek Laplace-formúluna lið fyrir lið og ég þarf að muna að Laplace-formúluna deltafallinu 1. Þetta þarf að skrifa hjá sér á formúlublaðið. Við einangrum epsilon í jöfnunni og þá fáum við að við erum með 1 á móti s í öðru pluss 4 s pluss 7 sem við getum ekki stofnbrotaliða nema nota tvinntölur. Það sjálfur sér allt í lagi en þá þurfum við í lokin að breyta þessu aftur í raungilt fall. Þannig að við þáttum þetta í s pluss 2 í öðru og ef ég margfalda búr þeim svo þá fæ ég s í öðru pluss 4 s pluss 4. Þannig að mér vantar 3 uppátt til að það sé sama og var hérna vinstra megin. Ok, þá get ég annarkvort slegið upp í töfluna því þetta fall reyndar í töflunni eða ég get nota hliðrunarformúluna mína til að reikna út að umformuna þessu óhliðruðu og nota svo regluna mína til að finna lokasvarið sem hér. Þetta var mjög snögg útgáfa af lausn hlutabréfi 2 þess að upptöku græði mín eitthvað galið.